DB Söngavöllin er leikið innkastadeild karla leik Hauka Fjarðabyggð. Við skulum byrja á því að kynna leik gestanna en það er númer 1 Sveinn Sigurður Jóhannesson, markmaður, númer 2 Emil Stefánsson, númer 4 Martin Sandri Rosenthal, númer 7 Lukas Cedric Mbak Andó, númer 8 Anton Gauti Magnússon, númer 10 Fannar Árnason, númer 11 Andri Þór Magnússon fyrirliði, 17 Hákon Þór Sigfússon, 20 Brynjar Már Björnsson, 21 Sveinn Fannar Sæmundsson og 22 Jón Arnar Bardal. Og þá er komið að liði heimamanna, númer 14 Terence William Stetrix, markmaður, númer 2 Sindri Hrafn Jónsson, númer 4 Arannan Kampæja, númer 7 Haukur Ásberg Hilmarsson, númer 9 Erdan Renfró Leremento Barros, númer 11 Arnar Aðalgeirsson, númer 15 Birgir Magnús Birgisson, 17 Gunnlaugur Fannar Guðmundsson, 18 Daniel Snorri Guðlaugsson, 26 Alexander Helgason og fyrirliði númer 27 Alexander Freyr Sindrason. Dómari í dag er Gunnar Sverrir Gunnarsson, honum til aðstoðar Daniel Ingi Þórisson og Eysteinn Hrafnsson. Og sá sem sér að þetta færi nú allt vel fram eftirlitsmaður í dag er Gylfi Þór Orrason. KSÍ minnir á að heiðarlega framkoma innan vallar sem utan berum virðingu fyrir öllum þáttakendur leiksins, minnum jafnframt á að knattspyrnuhreyfingin stendur saman að baráttunni gegn einelti. Góða skemmtun! Góðan daginn, kæru áhorfendur Hauka TV og velkomin á DB Schenker völlin, þar sem að Haukar taka á móti Fjarðarbyggð. Með mér í settinu er Emil Alfreð Emilsson. Vertu sæll, Emil. Góðan daginn. Og hvernig líst þér á veðrið hérna í dag? Á veðrið? Sko, það er náttúrulega frábært veður til knattspyrnu iðkennar og það sem að dagurinn er að fara að bjóða upp á verður að betra taginu. Líklegt, mjög líklegt. Haukar byrja heim með boltan og sækja í átt að gömlu rútumiðstöðinni á meðan að Fjarðabyggð sækir í átt að Burknavöllum 1A. En Haukar gáðu frá sér boltan bara hérna strax og því má segja bara Fjarðabyggð byrja eiginlega með boltan. Þetta var eitthvað upplegga æfingasvæðinu. Nei, heyrðu, sjáu þið Livramento. Sjáu þið hann. Hvað er hann með hana? Hann lendi reyndar í óhefnilegu atviki hérna í síðasta leik þar sem Hauk flugu á fullri ferð í andlitið. Ég veit ekki, hann er svo grimmur maðurinn. Þetta er kannski, ég hugsa að þetta sé svona eins og geltibelti sem að hundarnir eru með. Já, hann er svo trilltur, hann er bara múlan. Búið að tjóður hann sko, svo hann get ekki í bitið með. Já. En það stoppar hann ekki, hann rífur þetta af sér í. Já, hann er aftur að rífa þetta af sér, ég alveg handvissi það. Og það er heilumferðspilið bak í deildinni. Þetta er skemmtilega gert hjá Haukunum, komast þetta upp í hornið en leik með Fjarðabyggð, ég ætla að segja að hafi verið hann... Ég ætla að segja að þetta hafi verið hann Arnar Aðalgeirs. Nei, Andri Þór Magnússon meina ég. Ég ætla að segja nú, ég er ekki með gleraugun, þannig ég er ekki að fara að sjá neitt sem er að gerast í þessu leik. Þannig að ég sé rosa lítið nema bara gult og rautt svona inn á vellinum. Og einstaklega sinnum hvar boltinn er. Meira verður það ekki. Þannig að... markvörður var ekki alveg viss saman maður. Hver er í markið? Svenni Sigurður, er þetta ekki stjörnu? Þetta er stjörnumarkmaður Sveinn Sigurður Jóhannesson. Hann með allt á hreinu þarna, allt á hreinu. Já, hann er ekki með allt á hreinu þarna. Jú. Nei. Já, þú náttúrulega sem markmaður. Ég er markmaður og leiði mér að tjá mig við markmaðurina. Ég sá á honum, hann var alveg í ruglinu hana sko. Já. Bara að segja það sko. En fylgjast nú með útsparkinu, það getur verið fróðlegt að sjá. Og þetta er gott útspark, já. Þessum að geta að það er blanka loknind á þessum. Hefur ekki gert síðan hérna síðsumas 93 þegar að völlum var að renna í byggingu
þannig að ég ætla að vona að menn noti tækifærið og spili alveg glimrandi bolta hérna. Fallega spila. Skall hurnar í hælum. Fallega spila Fjarðabyggð. Það verður náttúrulega, það má alveg minnast á það að það erfitt að gæta hlutleysis þar sem að við erum nú báðir haukamenn, en málið það að ég fór á einn leik senasta sumar og það var leikur Fjarðabyggð B í Bolungarvík. Fjarðabyggð lið mitt númer 1, jafnvel, eða þú veist 2 kannski frekar sko. Já. Ég er mikill stuðningsmaður Fjarðabyggðar. Mikla tauga til Fjarðabyggðar. Mikla sko. Enda náttúrulega dvaldistu á Eskifirði, langdvölum hérna, fyrir einhverjum árum. Og gaman að segja frá því að ég sko, þú veist, við vorum strákarnir sko og vorum að styðja þá félag okkar Hafþór Þrastason sem var í láni þar senast sumar. Og og það síður allt upp úr leiknum og Joey Spivak rekinn út af. Já, þá var þetta leikmaður B.I. Já. Sama leit og ég að labba, þetta í Gerðingarsöllinni, sama leit og ég að fara að pissa sko. Já. Þannig að ég stend hann hjá sko inngangnum að búningsherbergjunum og þar verið að reyka hann út af og ég eitthvað að púa hann og eitthvað svona dæmi sko. Já. Og hann að sjálfsögðu. Hann hótar að berja mig. Já, það var svoleiðis. Hann segir við mig, come into the dressing room, I'll fuck you up. Aftur orðbræði, en hann sagði þetta við mig sko. Já. Ertu vissum hann hafi verið að fara að lemja þig? Hann ætlaði, já. Nú spyr ég. Já, hún var heitt í hamsi maður. En orðalagi svona bendi til kannski. Já, málið það endaði á því að ég þurfti að bíða bara í góða 10 mínútur með að fara að pissa. Ég þorði ekki að fara þar inn sko. Nei, ég trúi því vel. En Nóm Spivak maður. En Nóm Spivak. Hér hart barist. Já, sá kjötaðan maður. Hvaða naut þetta? Ég ætla að segja þetta að hafi verið Andri Þór Magnússon. Ég veit ekki það. Ég veit að þetta Ondo. Númer 7, furðulegt númer hjá varnarmanni. Það er vil. Heyrðu, nei, hann okkur að kýla hann frá. Furðulega okkurinn. Og þennan tekur mannættan frá Grænhöðum. Elton Livramento, frábælega gert. Haukur, nei, Ondo stígur hann út. Kartöflugarðurinn, Haukur Ásberg. Nei, Haukur Ásberg. Það væri Alexander, félagi minn. Nei, heyrðu, þetta var skrítið útspark hjá hann Sveini. En vel gert það, það er nokkuð að fiska innkast þarna. Vel gert hjá Sveini. Loik Ondo er nú ekki jafn stór og stælur eins og bróður sinn, það verður að segjast. Nei. Og það er spurning af hverju það er. Ef þú fræðir okkur, nú ert þú mikill genafræðingur, Emil. Hvers vegna gerist þetta? Sko, þannig er mál með vexti. Að þótt að menn séu bræður eða systur eða hvað sem þeir eru, skild. Það gefur enga mynd af því hvernig fólk er vaxið. Það er allt spurningum vatnið. Já, þetta er allt í vatninu. Og ég veit það fyrir víst að Gilles er nú eldri sko. Já, hann hefur kannski haft meiri tíma til að stækka. Já. Það geti verið. Hann er náttúrulega eldri. Já, þau fluttu líka stuttu eftir að Loik fæddist. Já. Þannig að það er spurning hvort að veður horfur þar og vatnið hafi sko aftrað hans stækkun. Já. Hann er nú ekki stór og stæðilegur eins og Gilles. Hann er nú búinn að eiga farsælan feril eftir að hann fór hérna á Íslandi. Heldur betur maður. Hann er búinn að spila út allt sko. Spila í Miðausturlöndum við góðan orðstýr. Já. Og maður fengi að fylgjast með ævintýrum hans þar gegnum Facebook. Búinn að vera virkilega aktífur. Seldur. Fín spilamennska. Þeir fá hann út á kantinn og þá kemur fínn bolt inn í. En Laukarinn er þarna. Já. Laukurinn sjálfur. Ondo, hann kemur þessu frá í bili. Koma
Komast upp að endamörkum, hann nær þessu. Já, léleg fyrirgjöf. En þessar sendingar inni er ekki nógu góðar. Já, þetta var erfitt. Það verður bara að segjast. Skemmtilegast, það var á 12. Þessi... Herðu, hann skýtur bara! Þvílíkt skot! Herðu, hver var þetta maður? Númer hvað var þessi? 22. Jón Arnar Bardal. Er hann ekki stjörnumaður? Jón Glory Hunter Bardal, eins og hann kallaður. Ekki fyrsta skýt sem að reyna þetta. Allt eða ekkert Bardal. Það var hann sá að Vilvar framalæðin í markinu. Og gerði heiðarlega tilraun. Það var heiðarlega tilraun. Og boltinn hafi ekki mikið farið af jörðinni. Nei. Það má alltaf reyna þetta. Að sjálfsögðu maður. Ég var nú að segja Það er skemmtileg spilamennska. Svo hann að auðvitað þessi bolti, nei. Aran, Einar, Engan Panja með þetta á hreinu. Það er leiðilegt að sjá hvað eru fáið mættir henni í dag. Ég ætla einmitt að minnast á að stúkan væri fullt af fólki í stúkunni. Já, en ég veit það fyrir víst að En þeir sem eru hérna, þeir skemmta sér. Björn Steinbeck var í einhverjum vandræðum hérna fyrir utan. Þannig að sögur fara því að það séu 200 mann sem er ekki með miða. Sem að voru búin að... Já, einhverju óverðir. Búið að vera einhver sírunuvæl og óverðir hérna fyrir utan. Já, það voru einhver slagsmál og ítingar og kýtingar hérna. Það þarf að banna frá knattspyrnuvöllum. Þetta er hann laumar og nei, heyrðu, svo rennur hann á hausinn hann Sindri. Það er einn kast og þetta er, þeir eru ekki löngu yngostónum. Þeir vilja taka þetta stutt og spila boltan með jörðinni. Ágætis fyrirgefin Terrence William Dietrich með þetta alltaf hreinu. Og þá láta þeir Fúfúra hlaupa. Hann er, nei. Þeir eru að reyna að finna það í gegn hana. Gegnum miða vörnina, en Haukarnir eru þétti fyrir. Skítabolti. Algjör skítabolti. Þeir eru léttleikandi þessi strákar. Þannig er Martin Sindri hérna og, nei, heyrðu. Nei. William Terrence. Já. Hann er kominn inn í liðið aftur. Magnús hann var búinn að eigna sér stöðuna. En svo meiddist hann og er ekki með í dag. Magnús hann hafa orðið fyrir að lenda í grillslýsi hérna fyrir nokkur dögum síðan. Nú já. Já. Og var að grilla sér, brenndust á honum hendurnar. Nokkuð illa. Hvernig aðgæðist þetta? Það máli að brennarinn í grillinu hjá honum er eitthvað bilaður. Já. Þannig að hann þarf að kveikja á gassinu og svo verður hann að setja eldspýtu, henda eldspýtu í. Já. Nema hann var búinn að kveikja á gassinu og búinn að vera með kveikt í smá tíma. Þegar hann hendir eldspýtunni og það náttúrulega blossar allt svoleiðis upp og brennist svona illa á höndunum. Þannig að það er óvíst hvað hann leikur meira með í sumar, en við vonum að hann lifir þetta af, þannig að hann er illa haldinn upp á sjúkraspítalann núna. Já, við vonum að hann hérna, komi tvíeldur tilbaka. Hei gulir. Þeir eru gulir í dag, Fjarðabyggð, og gulir og glaðir. Þetta er Alexander Freyr og hann alveg teiknar hann á Fúfúra. Það er Sindri, já, hann setur hann leikandi upp í hornið. Flott hjá þér, segir lúkunni, heyrðu. Fúfúra, bara án. Laukurinn með tæklingu, heyrðu, hann setur hann yfir á Daniel sem að missi boltan. Hann Fúfúra gerir, hann tekur hann alltaf við hann skýlir hann og sendir hann tilbaka, sko. Hann var alveg að hendi hérna gabbhreyfingu og taka hann inn og teig. Já, hann er ekki mikið fyrir gabbhreyfingarnar. Ég veit að hann hefur sagt mér það persónulega. Já. Hann þolir ekki svona lúa bröð eins og gabbhreyfingar. Já. Þetta er virkilega heiðlegur leikmaður. Já, mjög heiðlegur. Afsakið, ég var að sleppa einum
ísköldum hérna. Já. Já, inn í lokum gáma. Myndatökumæðurinn búinn að taka fyrir nefið sig. Þetta er skemmtileg spil. Hvað gerir Fúfúra? Hann leggur hann tilbaka. Og gulir hirðan. Þeir gera þetta vel. Þeir að spila sér oft vel hérna í gegnum. Þetta er frábærlega spilað. Og þá er það gafnreifingin. Þú sér það að Livramento var gjörsamlega brjálaður þegar hann sá gafnreifingu. Alveg svoleiðis sauða á honum. Öskra á dómarinn hann á heimtaði spjald. Hann svikar í sann. Bolti inn í og þetta er skalli á markið en Auðvelt fyrir Vilhjálm. auðvelt fyrir hann Vilhjálm. Teit Vilhjálm. William Dietrich eins og hann heitir nú. Já, það fer eftir því hvernig þú berð þetta fram. Dietrich. Já. Og þeir leggjast að langu bolti. Það er oft grínast með það þegar William er að panta sér pizza og annað. Já. William, aren't you on a diet, Rich? Rich, já. Exakt, Þetta er vinsælt brandari hérna í Hafnarfirðinum. Mjög vinsælt í klefanum. Enda pantar hans er ofá að pitsurnar. Já. Enda sést á drengnum. Það sést á drengnum. Sér sem hann er í Já, hann pantar sér alltaf 9 tómur sko. Það er bara málið. Hann pantar sér alltaf litla. Þannig að það sést ekki á honum. 9 tómur grænmetis. Þegar haugarnir að spila hérna 5-3-2 eða Já, hörru, þarna var tilkynning frá Vallar. Nei, heyrðu, hann er sloppinn í gegn þetta og hvað gerir hann? Já. Hann shippar þessu bara fallega yfir Vilhjálm. Það Frábærlega gert. Kryllist allt hérna hjá gulum. Einhver misskilningur hann á haugunum. Ekki varnarleikur til útflutnings en Þetta er nú eitthvað sem væri gaman að sjá aftur en þetta, já, það er þegar upp úr engu einhvern veginn skust boltinn hann inn fyrir og já. Og það var hann var það ekki var það Fannar Árnason eða nei, hver var þetta? Nei. Þetta var Jón allt eða ekkert Bardal. Enda sjáu þið stórkostlega vel kláraði Jóni. Það var allt eða ekkert svo sannlega í þessu færi hjá honum. Sindri fær hann og smetti þetta. Já. Þetta er falleg sending hérna. Aron Gauti með fallega sendingu. En ekkert verður úr því. Haukarnir spila hérna 5-3-2. En Fjarðabyggð í sínum hefðbundu 4-3-3. Lúka búinn að vera Setta. Það er Fínt að reyna þetta maður. fínt að reyna þetta. Lifrapilsan með skot sem fer langt fram jórendar. Já. En það má reyna þetta. Það var með hann skoppandi hérna fyrir sig. En maður sá það að livrapilsan er komið blóð og tennunar. Það heldur betur. Það er eitthvað að fara að gerast hérna í dag sko. Já. Og verður athyglisvert að fylgjast með baráttu afrísku leikmannina hérna. Já. Livramento og Ondo. Og hvort grænhöfðæjar hafi betur á móti hvað er hérna? Gabon, er það ekki? Er ekki frá Gabon? Bræðurnir? Gabon bræðurnir. Hérna erum við komin út í hótnið og það er Haukur á Aran. Hann setur hann bara inn í fyrsta. Og þá er það kliftan drengur maður eftir þetta að býða hana. Jæja, skynsamur. Skynsemi Uber alles. Já. Þýst viðhorfi Alexander. Og þeir leika honum tilbaka hérna á Vilhjálm sem ætla svo bara dúndur honum eitthvað út í buskan. Hún gerir það. Nei, heyrðu. Hann dæmir ekki neitt á þetta. Og aftur er sparkað eitthvað út í buskan. Þetta kemur að Arnar og hann getur snúið og hann er með fót og hann sýnir það ekki hér. Nei. Þetta var langt yfir.
Hann er með 2 fætur en meðan þetta sko þá finnst mér þess að þeir séu bara til sínis. Já. Fundu gott svæði hana fyrir fram að vörnina. Já. En skotið slagt. Aftur Arnar í baráttunni, hann fellur við, það er ekkert dæmt. Leikmenn Fjarðabyggðar geysast upp, svoleiðis. Ég er mjög hrifinn á hann Martini Rosenthal í liði Fjarðabyggðar. Virkilega vel spilandi drengur. Já. Og jákvæður. Já, rosa jákvæður, það er einmitt það helsta. Í fyrsta. Já. Jákvæðin skýringu. Alltaf jákvæður. Hann er kallaður herra positífur upp á Fjarðabyggðar. Fyrir austan, já. Í sveitum Fjarðabyggðar. Já. Hann er vist aðalmaðurinn á kaffistofunni í Fjarðaráli. Já. Skína á hann í jákvæðin. Ofta verið að grínast með það að Martin sé nú allir vinnu hana í Fjarðaráli. Hann stendur bara í vaskælinu. Já. Hann er grimmur að Jón Arnar. Gefur ekkert eftir. Gefur ekki Tommu eftir. Ekki Tommu. Jón gefur ekki Tommu eftir Bardal. Já. Herru, hér heyrði ég... Hér er einhver blótsýri á lotti. Ekki til eftirbreytni. Nei, við skulum vona að menn fara... Enda lét hann Elton Gunnlaug heyra það þarna fyrir að hafa þessi orð á lofti. Elton John. Svoleiðis lét hann heyra það. Svo svona tala menn ekki hér. Ekki á mínum velli. Ekki ásöldum, Nei. ekki hér. Hér verða ekki gafnhreyfingar og hér verða ekki blóta. Hér verður spilað heiðalegu leikur. Já. Jéttar upp í það! Og líka rosa illa við að refsa honum Elton fyrir mistök. Hann vil bara, þetta sé bara straight on, 50-50. Já. Allan daginn. Já. Þessi heiðalegi leikmaður sem er að deyja út. En Elton og Sindri, Martin Sindri halda merkjum heiðalega mannsins á lofti hér í dag. Og það er markavinnsla á Seyðisfirði í Huginn búin að skora og Selfoss annars staðan þar 1-2. Já, stórfréttir að Selfossi. Hann er ekki... Nei, heyrðu. Á Seyðisfirði, þar sem Selfissingar er í heimsókn. Staðan 2-1 fyrir Selfissingum. Og ekki mikið meira um það að segja. Nei. Emil? Nei. Svo sem ekki. Við erum ekki búin að sjá þjálfarana hérna mikið út á... Ég sá Kostika en sem það hefði með. Já, hann var vopnaður vilja og áræðinni. Nei, heyrðu! Nei, heyrðu nú mig! Þetta er, hvað gerir dómarinn? Hvað gerir hann Gunnar Sverrir núna? Þórhallur Dan kemur út alveg brjálaður. Víglundur rífst við Þórhall. Þetta er ekki neitt, segir Víglundur. Þetta er ekki neitt, segir Víglundur. Þórhallur segir, halt þú saman á þig trattinum. Þú veist það, segir hann. Og Víglundur þakkar. Hann er bara horfinn aftur inn í skíli. Hann er horfinn aftur inn í skíli. Hann veit upp á þessu sökina hann Víglundur. Hann lét hann heyra hann. Já. Og Jón Arnar fær gula spjaldi fyrir vikið og haldrar hérna. Hann hefur fengið eitthvað högg. Ég tek reyndar eftir því að Lúka og Þórhallur eru svona eins og 11 ára gamli tvíburabræður og eru klæddir alveg nákvæmlega eins. Já. Þeir eru í sama joggingalanum. Já. Þetta er nefnilega með ráðum gert. Meiri, þeir komast inn í. Og Elton John. Já. Nei, halda þessum niðri maður. Daniel Snorri með skotið. Þarna þurfa menn að beygja sig og halla sér yfir boltan. Ég vilja að hann hefði komið sko gulum og óvart og skalla hann. Jafnvel, það hefði verið skemmtilegt. Hent sér niður bara og skalla hann. En nú köllum við eftir Árna Hjörvari Hilmarsinni, spyrnusérfræðingi Hauka. Já, amen. Hann þarf eitthvað að friska upp á
Martin er alveg upp á bækurnar hjá honum Daniel Snorra. Martin Sindri, herðu, hann er stórtíðindi. Þetta eru stórtíðindi. Það blæðir úr dreinum. Nei, það ekki, Nei, hann blæðir ekkert úr honum. Það blæðir ekkert úr honum. Þetta er bara, hann er með rautt skegg hana sem að getur bleikt mann. Ekkert blóð. Jú, sér það að vera væta á honum andlitið, það blæðir að svona. Nú, Það hvað? er einhver klóraði drengin. Það er einhver klóraði drengin. Orðið fyrir einhverjum hjaski. Skulum vona leiksins vegna að Martin Sindri snúi hérna aftur hann á völlinn. Það er hræðilegt fyrir leikinn Fjarðabyggðar. Hræðilegt, já, bara fyrir leikinn og fyrir áhorfendur. Já, það er líka... Sjúkraþjálfarinn kissir hann á kinnunum og sagði duglegur strákur og hann hleypur inn á. Já. Og hann er komin þetta aftur inn á. Já, sjálfsögðu, þetta er hörku tólissi drengur. Já. Þeir fara ekkert út af... Og hann er strax að bjóða sig hérna. Nei, hann er fyrir austan. Nei. Það hafa þær aldrei gert. Ég er að spurning, Jóhann Benediktsson, ætli hann sé hættur knattspyrnuiðkun, Emil Alfreð? Já, það held ég, já. Það heldur þú? Já, það er frábær leikmaður. Það er alveg stórkostlegur leikmaður. Það hefði verið gaman að sjá hann hérna í dag. Með svoleiðis vinstri fót sem myndir sóma sér í hvaða deil sem er. Já. Þessi sending fer ekki á neitt nema Gullan. Nei, hérna er eitthvað að gerast. Það er menn að fara hérna hendi í rusli, það er eitthvað að eiga sér stað hérna á bekknum með Fjarðabyggð. Þeir eru eitthvað að kjamsa á einhverju hana... Mér sýnist einhverjum karmelum og koma svo hérna öðru hvor og hendi í rusli hérna fyrir neðan. Spurningin er það, er þetta sko karmelur að utan? Eru þeir að koma með sælgæti hér inn á leikvanginn þegar það er sælgætisala hér sem að bera versla við? Það efast ég Þeir eru heiðarlegir hérna held ég fyrir austan og ég enda koma þér hérna langa leið til að henda bréfunum í rusli. Það er graf alvarlegt ef þeir eru að koma með sælgæti að utan sko. Já, ég ætla ekki að ásaka þá þann glæp sko. Já, við vonum bara fjórði dómari sé að fylgjast vel með þessu. Já, og ég held að Hatti í nammisölun er nú ekki ánægður ef þetta myndi fréttast. Nei, hann myndir náttúrulega bara gjössalega missa vitið sko. Já. Við vitum það báðir tveir. En hann kemur Aran Einar með langt innkast. Þetta er einhver skallabolti hérna. Það er Jón Arnar, hann dettur bara. En hvað gerir svo? Svo komur dómarinn að flauta. Þetta var ekkert. Og dæmir. Dæmir á hvað? Og dæmir hornspinnu. Hann dæmir. Það er góð spurning. Það var einhver hagnaður. Það var eitthvað, já. Færir aukaspyrnur hérna 30 metrum áttar. Háki. Já. Sófus, Hákon Sófus. Ondo hérna. Nei, heyrðu, þetta eru Sportdreikinn. Þetta eru virkilega skemmtileg tilþrif. Já, hann Fannari. Líklegast verið í 5 leikum einhvern tímann, maður hefina. Já. Eða William. Stunda jóga. Fínasta spinna maður. Já, Arnar heyrir þetta allt í loftinu. En Elton John er ekki sá fljótast í bransanum. Það þarf aðeins meiri en að það þarf þetta sko eina one-on-one sko. Þú mútu brjóta leikinn rosalega mikið upp, þú mútu taka, þú veist, fram hjá einum, einn og einn. Það er ekki mikið verið að taka menn á hennar sko. Nei. Þarna er kasta beint á Gullan. Þarna henda þér. Hvað er að gera? Þeir eru með Svala líka. Þetta er ekki Svali sem er seldur í sjoppunni. Nú það ekki. Ég ætla bara að segja það. Það verður að ræða við þá í hálfleik. Þurfum að fá öryggisgeisluna hérna á vettvangi hálfleik og ræða eins við. Og senda það upp í rútu bara. Því þjálfara hér við þess. Nei. Sjöru, það er nú meiri svona áraðinni finnst mér í Fjarðabyggðar þegar þeir leitast upp á því sko. Já, ég er sammálaðir. Þeir eru... Það er meiri gretta í munnum. Já, þetta er skemmtilega gert. Þetta eru flinki strákar. Og þessi sending er beint á Vilhjálm. Flott bil. Aran á Hauk, hvað gerir Haukur? Hann fer bara með boltan út af. Nei,
hann gerir það ekki. Nei, heyrðu, hann er eldfljótur. Hendi sér svo niður. En Emil Stefánsson kom inn svo óður hundur hann eftir honum. Og Loik hélt honum við skefum. Emil Stefánsson F-fæðingur eða ekki? Jú, Jú. segjum það bara. Ég ætla að giska á það. Það er eitthvað þessi legur. En hann vill líklega fá sigur hérna í dag. En það er sem ég líklegt að hann hefði tapað mörgu leikjónum hérna gennum tíðina. Já, það er ansi líklegt. Það er sem líklegt. Nei, heyrðu, þetta er Alexander Ahl, þetta er skemmtilegt. Kloppi og þeir Og sér senda og Elton John í hlaupið. Takt hann á. Hvað gerir? Nei, hann vill það ekki. Sindri á Aran. Við finnum, nei, hann átt að snúa. Hvað er talandi, strákar? Það tala saman. Vílundur hérna koma skilabóðum áleiðins til dómarans. Varnarmennir eru líka alltaf svo vissir það að hann segja að fara að setja hann sko aftur í spil, boltan Já. sko. Hann myndi gabba alla heimsbyggðina eða hann myndi bara ákveða að taka snúninginn inn á teig, en málið er það bara að hann vill ekki gabba. Hann vill ekki gappa. Það er bara svoleiðis. Þannig að Haukarnir kannski líða eins fyrir það. Já, og það mætti til að segja það bara að heiðarleikinn eins aðdáunarverður og hann er sko, hefur aftur á hann mikið sem knattspyrnumanni. Hann væri alveg, ég getur lofað þér, hann var ekki spila einhvers staðar í bestu deildum Evrópu ef hann væri ekki svona heiðarlegur. Ef hann væri ekki svona heiðarlegur þá væri hann að spila í Mjöndalem. Já, væri líklega í norsku fyrstu deildinni. Hann væri í FC Klepp sennilega. Já, ég vil Ullkisa. Ullkisa, Klepp, Mjöndalem. Já. Einhvers staðar þar. Einhvers staðar þar í stóru liðunum í Noregi. Þessi sexy klúbbar í Skandinavíu. Já. Stúkan að taka við sér. Núna. Farnir að syngja og tralla hérna. Alveg svo að heyrist ekki mælt mál hérna á vellinum. Já, hann fiskar rót. Frábært jöðu Brynjar, öskrar Víglundur. Og svo öskrar hann ennþá meira. Kallaði bólabíturinn fyrir austan, hann Víglundur. Þarna kemur hver að taka þetta hotn. Ég ætla að segja þessi Hákon Þór Sófusson sem búið sig undir að taka þetta. Tekur hann hátt. Fallið á bolti á Ondó sem að kemur honum í. Þetta er vel varið hjá Vilhjálmi. Með þetta alveg á hreinu. Og það var Fannar Árnason með þetta skot. Þá röltir á vettvang Aron Gauti. Hann er með fót. Ójá. Hann er með vinstri fót. Ójá. Hvað ætlar hann að gera? Það er svæðisvörn. Þeir spila svæðisvörn í hóðnum, Haukarnir. Þetta var ekki góð spilna hjá honum Aroni. Skítabolti. Já, algjör skítabolti sem að sigli bara út af í innkast. Svona að þú pælir í hvernig geta menn klúður á hotspinnum. Þú veist, þetta er ekki svo aukaspinnur það sem að fjarlægin og lengdin er alltaf mismunandi frá marki. Já, eða víti það sem markmaðurinn er. Hotn er alltaf eins. Það er alltaf tekið á sama stað. Já. Hvernig geturðu verið búin að, þú veist, að fótbolta í 25 ár og allt í einu bara sparka yfir pakkan? Já. Þú hefur alveg gott sko, þú hefur alveg gott 15 metra svæði þarna sem að setja boltan í. Mér finnst það alltaf skrítið sko. Og það er mjög skrítið að klúra því. Það eru Gunnar ekki ánægði með markmann Hauka hérna. Það er að taka hann að Gunnar og flengja hann eða? Hann öskraði eitthvað á íslensku á Gunnar. Þá sagði Gunnlaugur, hei, hann skilur ekki íslensku. Þá sagði Gunnar dómari, hann veit alveg hvað er að segja. Já. Þannig fóru þær viðræður og Vilhjálmur skildi hann greinilega því að markspyrnan var tekin rétt
En ef að Gunnar fyrir nú ekki að hafa sér almennilega þá förum við í dómarherbergi í hálfleik og flengjum hann. Já, það er allavega eftirlitsmaðurinn í dag er Gylfi Þór Órafsson og hann hefur líklegast einhverja púnta í hálfleik sem hann vill koma á framfæri til Gunnars og hans manna. Mikill hálfdómbolti þessa stundina. Alexander fleitur hún hann á Birgi, kemur hann Arnar og Daniel, já þeir róa þetta niður. 1-2, þetta Já. svona, þetta veit maður sjá. Yfir vegun á boltanum. Já, og þá kemur Gunnlaugur og hann sparkar boltanum bara út af, segir ég nóga þessari vitleysu. Hann halda boltanum alltaf lengi. Já, Hákon hann að setur hann á. Lúka og Tóti Dan eru bara svo eineggja týpurar hérna varamann. Já. Sjáðu það nefnir. Þeir eru Tóti báðir. eru svo litli bróðar oss. Þetta er vel varið, já vel og mig. Fínir Já. tilþrif líka hjá Varnarleikur Hauka, ekki til útflutnings hérna. Það sem hafa leik, fyrirgefið. Þetta er bara skot, en það er rosalega lélegt. Siglir framjá. Já, Þórhallur og Lúka eru hérna komnir út. Má sjá munina þeim að annað er með svarta hettu, hinn með gráa. Báðir nauðasköllóttir. Og þetta gera þess að leikmenn viti ekki hver að kalla á þá. Þetta er nefnilega með ráðum gert. Nei, heyrðu. Vilhjálmur! Sarrans. Hann er með hennar bolta. Koma svo, berðan upp. Nei, hann hefði viljað sjá hann út á Birgi, en Samskiptaleysi. þetta er samskiptaleysi. Enda kannski skilja það, er erfitt að... Þetta er tilfinningaleysi líka. Þeir hafa ekki tilfinningu fyrir hvorum öðrum hana, sko. En fallegt hana, hver er þessi maður? Herðu, hættulegt að tæklinni teg. Aran Angan Panja, glæfralega tæklingu þarna. Já, það náttúrulega heyrist ekki mælt mál hérna fyrir að látum úr stúkunni, en ég skil kannski að menn ekki auðvöld með að tala á völlurum. Heyrist ekki mikið. Það er svo sér rétt. Þetta er ákveðið tilfinningaleysi, sko. Já, þetta er þessi augnkontakt sem menn þurfa að hafa. Sem að þessi radvunum eru búin að tilengja sér. Hittir hotspinnan inn á box. Það verður gaman að sjá það. Já. Þetta fyrir yfir pakkan, þá persónlega sendi ég hann upp á BSI bara í rútu heim. Þetta er sama hotspinnan aftur. Hver er að taka þetta? Segir hann. Þetta er hann Aron, enda líka lufsast hann hérna alveg, hann hálf skamma sín fyrir þessa aukaspinnu. Hver er að taka þessar hotspinnur? Þetta er hann Aron Gauti Magnússon. Já, er það málið? Það er málið. Hann verður að gera miklu betur en þetta maður. Já, þetta er ungu strákur. Já, ég meina. Ungu strákur, efnilegur. Hotspinnur geta verið mikilvægar og dýrkeyptar. Já, ég held hann sé kannski ekki vanur logninu sem er hérna núna. Já, það er kannski málið. Honum var sagt að gera ráð fyrir vindinum. Það sé austanátt, sko. Já. Jafnvel 17 til stíf austanátt, oftast. Haukur hérna, missi boltan. Þeir eru fljótir að þétta tilbaka miðjumenn Fjarðabyggðar. Þeir Aron og Martin Sindri eru fljótir að loka hann á sóknarmenn Hauka. Búið að gera þetta mjög vel. Virkilega duglegir strákar. Það rennur á hausinn hann Jón Arnar. Og þá er það Haukur með boltan út á kanti. Hvað gerir hann? Nei, heyrðu nú mig. Þetta þá ég ekki. Þarna bara brýtur hann á Emil. Og það er bara aukaspinna. Hann Lúka vill að miðjumenninni séu aðeins framar. Já. Íta þess aðeins. Alexander og Daniel búin að spila miðinni á Haukunum núna síðustu 3 leiki. Flotti strákar. Ungi strákar. Lægsta miðja landsins
hefur Já. einhver sagt. Þeir eru báðir undir 1,50 á hæð. Það segir bæti En það- bæti upp já. hæðina með vinnusemi og Já, alveg gríðarlegu dugnaðar hérna eins og sjáið. Daniel er búinn að vinna boltan. þá er það kartöflubóndinn, sendir hann niður á Aran. Það var að Captain Fantastic, Alexander Freyr. Hann verður ekki kápan úr því klæðinu. Fín tækling, þá var Aran, Einar, Engan Panja. Já, og taktan Herri, jæja, hvað gerir Elton John? Táin. Hann sendir hann inn í en þeir bæja hættinu frá. Arnar Algis kom eins og örninn hann að Já, en rétt svo mista bótt. já, ég ætla að giska á að þetta hafi verið Sveit Fannar sem að kom boltanum í burtu. Ég sé það ekki. Nei. Sveit Fannar, jú, sennilega. Segjum það. Jæja, nú skal kartöflubóndinn hann Alexander Kartöflubóndinn Alexander Helgason. Aroni Gauta hvernig á að taka hortspinnu. Já. Vonum að Aron Gauti sé að fylgjast vel með. Aðeinsvægt Alexander tekur hotspinnur. Þarna tekur hann vinstra með vinstri og svo tekur hann með hægri. Þetta er skemmtileg útvæsla. Gríðarlega skemmtileg útfærsla. Já. Svona á að taka hotspinnur. Fá eitthvað úr þessu sko. Já. Já, Alexander tekur með sko hægra megin, þá tekur hann með vinstri fæti, en vinstra megin, þá tekur hann með hægri fæti. Já. Það er ekki margir leikmenn á landinu sem að eru færri en það. Skrítið tekur hann mótunum handa með andlitinu, klemmir hann handa með andlitinu og brjóskassanum. En Alexander Þetta er nú kemst á ekki milli. búið að vera skemmtilegasti leikur sem ég sé. Ég skal nú bara alveg vera fyrstu til að Haukarnir er ekki búin að skapa sér mikið að ráði, Fjarðabyggð búin að fá hættulegri færi, Ég er búin að fá eitt færi. búin að fá 2. Þetta er fínn bolti. Hvað var hitt færið? Já, 2 góð skotin í teig. Já, William varðinu svona. Já, búin að velja tvisar ágætlega. Eitt svona hálffæri og eitt myndi ég segja gott færi. Þetta er náttúrulega valla hægt að bjóða mann upp á þetta. Maður var í útskiptaveislu í gær og lítið í sér hérna. Ég var að búast í einhverju veislu sko en hvað er að koma á daginn? Já, það hefur ekki komið á daginn. En nóg eftir. Nóg eftir. Leikmenn kannski lengi að finna taktinn í logninu hérna. Það er oft þannig Það er ekki vanur þessum aðstæðum. eru tvö gríðarlega jöfn lið mætast, þá er erfitt að finna glöfur. Það var Aran. Ég ætla að segja hann gefi inn í. Nei, hann fer og hann skýtur bara. En þetta fer í bakið á Fannari, sýndist mér. Árnasinni og í hot. En sér svona skotið, þú veist hvernig hann skaut í boltan. Já. Hann hamraði ekkert í boltan. Nei, hann var líka með hann á hægri hana. Hann er ekki verið þekktur fyrir að Já, munda já. hægri fótinn. Ég skynja þig. En þá var Alexander. Aron Gauti, takt upp stílabókina hérna og fylgstu vel með. Nú er það Alexander. Kemur með hann með hægri fæti núna. Stopp, segir Gunnar. Hvað segir þú hérna? Hann segir þú. Hvað þú talaði pappa þinn? Serru. Já, Það fer aftur. hann fyrir aftur. Serru. Ég er að fá því kvistla hvað hann að segja hana. Það segir kiss and make up. Já. Við kissast og allir vinnir. Nákvæmlega sem hann sagði. Þá tekur Alexander hotspinnuna. Hún er á fjárstöngina þar sem að ekkert gerist í rauninni eins og svo ofta áður í leiknum. Og það er innkast. Beint í innkast. Beint í innkast. Fá hérna sterkt innkast haukamenn út við hotfána. Og hver tekur þetta? Já, það er sjálfsögur Birgir Magnús. Á sjálfsögðu Big Já. Mac. Já. Big Mac, eins og hann er kallaði. Já. Erfitt með að halda boltanum hana. En Alexander, hann gerir þetta ekki alveg nóg vel. Góð hugsun hann hjá hann samt. Ætla að þræða boltan inn á Birgi. Big Mac. Seldur hana. Já. Það er útsala á McDonald's greinilega. Erðu Alexander. Gult spjald. Ég er hrifinn af Alexander. Hann er rólegur á boltan og yfirveður. Rólegur. Með við ungan aldur. Skemmtilegu leikmaður. Já. Eitt svo allra efnilegasti úr herbúðum Hauka. Já. Og Úr Árna Hjörvar Hilmars skólanum. og frambærlegu kartöflubóndi. Ef allt fer á vestaveg í boltanum, þá hefur hann kartöfluna. Hann er að gera frábæra hluti í Norðurbænum í kartöflugarðinu þar og
fólk er mjög ánægt með hans framgöngu. Þeir bræðirnir tveir. Ég veist hann sem er besta gullauga landsins bara. Já. Eða bara allavega hérna á Reykjanesinu sko. Daniel þarf að snúa við. Þeir eru þéttir. Leikmenn Fjarðabyggðar. Við erum að fá áhörendatölu hérna á Senkinum og það eru 4.320 manns mættir hérna á Senkivelli. Fínt skot. Það er náttúrulega ekki sést ekki alltaf. Þetta er náttúrulega Þetta stúkan er það stór. Hérna okkar megin líka sko. Já, stúkan er líka það stór og hún gleypir svolítið áhorfendafjöldan. Það er satt. En svo rosa mikið af fólki hérna einmitt í stóru stúkunni hérna okkar megin. Bara hérna inn í gamnum eru 320 manns, þannig að það er verið að tróðast hérna svolítið fyrir. Alexander fær hann kassan og þá tekur Daniel hann á kassan og keyrir upp með hann. Sendir hann á Elton sem að tínir honum en finnur hann aftur. Já. Sindri á Aran. Hvað gerir Aran? Daniel setur hann yfir, fallegu bolti, hann tekur hann í fyrsta, ekki góð ákvörðun. Big Mac. Já, Big Mac. En hefði verið góð ákvörðun hefði hitt á mann. Það eru mjög Það góð verið frábær ákvörðun ákvörðun. hefði hann sett hann í fjær. Fjærsamskiptin, það verið mjög góð ákvörðun. Það hefði verið geggjuð ákvörðun. En hann ákvað það frekar að senda hann út af. Það var ekki góð ákvörðun. Nei. Alexander vinnur hennar bolta og þá er Aron skallar hann eitthvað og svo fara þeir öxl í öxl en Haukarnir ná að koma boltanum í spil. Conny Sófus datt niður við þetta. Conny Sóf. Það er engast og það er allt svolítið vittlust í stúkunni hérna. Það var að komast upp Menn kunna greinlega ekki reglunar hérna, það er engast ef boltinn fyrir út fyrir hliðarlínuna. Varamannabekkurinn hafði komið selgetað utan og það er alltaf verið að bila hérna upp í stúku. Hatti var að fá það að eyrað hérna að þeir hefðu komið með salgeti hérna úr sjoppinu hérna við hliðina á. Jæja, þetta er sennilega seinasta sko fyrir hálfleik. Gæti verið. Þeir finna Emil. Þeir halda boltan. Þeir ætla bara að sigla þess út í hálfleikina. Þeir eru bara konur upp í hotn. Halda bara boltanum. Þá er Aron, hann geysist upp sjákraftin í honum hana. Nei, herðu, svo hendir hann í tveggja fóta tæklingu. Herru. Hann snertir ekki eitthvað leikmann, segir Gunnar dómari. Þetta er bara guldspjald. Þessi bjánalegi með bláa hárbandi lætur hann svo sé svaka maður sko. Boltastrákarnir komnir hérna alveg á fullt hérna í. Þetta er alveg allt á suðupunkti hérna. Ari í 7. flokki hérna var spáið að hlaupi hérna bjánalega með hárbandi. Já. Það er alveg gæslan hérna staðin upp og það er allt svoleiðis að sjóð upp úr. Þórhallur Dan, hann hættir ekkert. Hann heldur áfram að rífast. Og þeir sparka þessu upp í hotn og út af. Þeir vilja sigla þessu inn í hálfleikinn. Jæja. Þórhallur Lúka hérna labba hérna fram og tilbaka í bónum Hann horfir á klukkuna sína. og segir, heyrðu, hún er korter í 3, segir hann. Guð minn almáttur. Guð minn almáttur. Ég ætla að Ég er alveg inn í brúðkaup. Bjáni ekki í veiði. Þannig að það má búast við því að Jafnvel leikurinn flautaðar af bara hérna. Gylfi Þór Órason tæki við flautinni eða þá hann verður flautaðar af. Bara hér Já, nú flautar hann, já. Ég er að vera alltaf seinni í brúðkaup, segir hann. Allir inn í klefa. Stöðuna hér og svo koma 2 leikir klukkan 4, K.A. Þór og Keflavík leik með Reykjavík
Hvað er þetta, Vestló eitthvað? Þetta var monster hit, þú veist, í íslensku tónlistarsögunni. Þetta því maður. Flytjendur ársins á Líka nýjarandi neikla lata. Ángríns maður. Pizza bátur. Pizza bátur, hítan ekki ristan. Já, þetta er svo current. Svakalega körur. Spurning. Þetta er bara svona Magga Mix-lag. Þetta er geggjað maður. Herri, já. Ég með hana. Já. Kemur tilkynning í hálfleik. Nei, ég bara hvort að... Hvað með það? Já, kæru gesti, velkomnir aftur að Ásvöllum, seinni hálfleikur í þann mund að hefjast. Ég geti þakka fyrir að hafa ekki þurft að hlusta á tónlistina hérna í hálfleik. En Ásgeir Þór Ingólfsson, sérstakur tónlistastjóri, hann er hérna og sér tónlistina. Eins og alltaf. Eins og alltaf. Hefur gert það lengi vel. Já. Og spilaði svona þessi helstu lög dagsins í dag. Já. Þannig ég bara mjútaði í hálfleik og þið getið þakkað mér fyrir það. En hér er Gunnar að flauta til byrjunar fyrirháleiks og þeir byrja þetta krafti í fjárabið. Og sérðu, þeir taka upp þráðin frá því það sem var horfið sko í fyrirháleik. Já. Munurinn á liðunum tveim hérna, ég er búinn að vera að spá aðeins í þessu hálfleik. Já, við ræddum þetta mikið í hálfleikinn við. Við ræddum þetta mikið í hálfleik og það sem að við, sko, skilur á milli liðana hérna í dag, þetta eru mjög jöfn lið, það er bara áræðinni að mínum mati. Já. Bara Fjarðabyggð eru búin að vera áræðinari, þessin eru þeir að vinna eitthvað. Já. Og meðan að Haukarnir eru aðeins ragari, sko. Já. Lifrapilsa, nei. Nei, hann ákveður að hoppa ekki upp í þetta, segir, ég nenni þess ekki. Sendið bara á mig. Fá hann í lappir. Hann fá hann í lappir. Eða í kjallinn. Þannig, heyrðu, þetta er skemmtilegi tilburður hérna. Þetta er skemmtilegt, já, Ondo. Sveinn, hann dundar þessu bara eitthvað út í hafsauga. Ég segi, nú þú sem markmaður, Emil. Já. Miða markmenn aldrei þegar þeir eru að sparka svona út. Svo gera það. Þeir gera það? Það gera það, já. Ok. En það er bara oft mismunandi hversu vel sparkandi menn eru. Já, jú. En eins og þetta, þú veist sko völlin er 50 metrar á breidd. Já. Og að þú náir samt að sparka út af, finnst mér svolítið skrítið. Ég meina kannski var hann að mið út af þessu tilfelli. Já, ekki að það enda gæti verið. Pressan vera ómikil að hættuleg skilur og vildi bara fá hann úta til þess að stillu. Kannski. Skilur það getur verið sniðugt líka, 8 og 10. Já, fá shape á sína menn. Já. Það var bara reynsla. Það var bara hvernig reynsla hjá hann Sveini. Sveini, veit alveg hvað hann er að gera. Þetta var alveg hræðileg sending. Hver er spyrnusérfræðingurinn í þessu Fjarðabyggðarliði? Ég er að vera alveg vitlaus á þessu. Ég kalla eftir að Víglundur breyti spyrnusérfræðing. Angríns, bara, jafnvel bara taki inn nýjan spyrnusérfræðing. Já, bara skipti sjálfu sér bara inn á. Já. Hann er með góðan fót, hann Víglundur. Já, er það málið? Það er málið nefnilega. Það er með hörku fót. Ég er að vera alveg vitlaus á þessum förstu leikadröfum hérna maður. Jésús, þetta er skelfilegt að sjá þetta maður. Þeir eiga betur skilið maður heldur en þetta. Já. Komum með stóru strákan inn í box maður. Já, heldur betur maður. Aldrei kemur boltinn. Já. Jæja, Livrapilsa. Já, hann tekur hann niður. Og ég vil hann skjóti bara hana.
Nei, hann ætlar að setja á einhvern í rangstöðinni. Arnar vinnur boltan ekki og þá kýlar hann í burtu. Þarna, já. Strákanir, vörnin í Fjarðabyggð bara að standa sína plikt. Já. Þéttir í vörninni. Mikill missir þegar Hafþór Þrastason ákvað að söðla og fari fram. En þeir þéttur raðirnar staðinn. Já, þeir gera það svo sannlega. Heldur betur fengu Ondó í hans stað sem að búin að vera fínn hérna í dag. Já, gaman að sjá bara hversu stöðir Fjarðabyggð eru búin að vera í deildinni og svona, gengur vel miðað við. Já, gengur vel ekki vel. Já, jú, mikla breytingar. Það fóru 15-16 leikmenn í Jú, burtu þetta eru mikið ungu strákur sem er að spila hérna í dag og er að standa sig vel. Ég er mjög hrifinn af þessu liði. Já, ég ætla að vera sammálaður. Ég er mikill, ég er ekki reiðfyrringur, ég er eskfyrringur, Já. Þekki þar alla blinda og fleiri. Já. Sigga Mæjó og alveg alla. Óla frænda maður. Já. Óna Lukku og Lukku maður. Já. Alveg, það er ekki maður hvert krók og kima sko. Vera að leika, nei heyrðu, Vilja með skrítið útspark. Þetta er alltaf leið. Ég fór þetta er bara besta helgi ævi minnar senasta sumar því ég kíkti á Eskifjörð og fór á. Já, það eru stór orð. Fór á leikinn, þá förum við á leikinn á laugardegi. Já. Hvað keyrðuð þið þarna? Keyrðum á Eskifjörð á leikinn Svo mætum við hana, förum á leikinn. Förum svo á Egilsstaði þar sem að DJ Óli Geir var að spila. Byttu fyrir þér. Þetta var rosalega. Var það Hótel Valaskjálf eða? Nei, við gistum bara hjá Hafþóri, hann var hann með íbúð. Já, en tónleikarnir? Já. Settið Óla? Óli var með sett í einhverju félagsheimili. Já. Það hefur verið eitthvað maður. Já, það var rosalega. Austfirðirnir hafa titrað. Það var fór alltaf hliðina maður. Já, svo var ég nú auðvitað fyrir minn mann Óla Geir að það var komið nýtt Ræktamix. Fyrsta bara. Svenni. Það var komið nýtt Ræktamix núna fyrir stuttu, já. Það var endilega að linka því á mig. Já, ég er búinn að nota þér rétt inn núna. En þetta var svakalega helgi. Þetta var, það var bara gefið öllum á Austfjörðum bara frí á mándaginn. Já, það var svoleiðis. Þetta var bara það. Já, þetta var þannig. Þetta er bara once in a lifetime dæmi. Þetta er það stórt þegar Óli Geir kemur á rútunni maður hann að austur og ég segi, þetta er bara once in a lifetime sko. Pizza bátur. Hann gerir þetta vel, Elton. Hann setur bara rassinn út og þá komast menn ekkert að boltanum sko. Þetta er skrítin sending hjá Alexander, hann ætlar að sneiða hann utanfótar en Daniel öskrar á hann, haltu við bara í vörninni kallið minn, segir Daniel við hann og Alexander skokkar aftur í vörnina. Fyrsti annar. Nei, ég er ekki 17. í dag eða hvernig er það? Herru. Það er 16. Fyrir gefið. Alexander fær hann í pungin hana, heldur undir ásnið. Æ. Það er ekki gott. En hann næra skokka tilbaka samt. Þá hver komin í spyrnurnar? Já, viti menn. Já, það er bara Andri sem ætlar að taka sig á spyrna. Já. Þá kemur boltinn sko. Sérðu? Já, einmitt. Þetta var nákvæmlega það sem við kölluðum eftir. Ángríns. Já. Bara hrikalega flottur bolti í andra hana maður. Já. Víglundur hefur hlustað á okkur. William fór út í furðulegt úthlaup. Það er góð spurning. Það er mjög góð spurning. Ég ætla að segja að þetta hafi verið hann. Þetta er hann hérna, maður sjá nú með hver sem maður. Ég ætla að segja að það hafi verið. 10. Fannar Árnason. Já, nummer 10. Nei, Fannar Árnason. Já, þetta var sko. Já, þeir heyra líka bekkurinn hjá Fjarðabyggð hérna réttur neðan okkur og þeir hafa heyrt í okkur. Ég hef kannski sagt alveg fullis, já. Það að skipta spyrnumenn sko. Já, ég segi það, við vorum að tala um þetta hérna áðan. Þeir hafa heyrt í okkur sem eru ekki góða fréttir fyrir haukamenn. Nei.
En frábær spilna. Þetta er bara boltinn. Það var að Freyr Sindrason. Já, nú þurfa Haukarnir að gera eitthvað í sínum málum. Innkast. Þetta er ekki búið góður leikur hjá Haukunum. Þeir eru bara ekki búin að komast sko í neitt takt við leikinn hérna. Nei. Þeir eru alls ekki sínt sitt rétt andlit í dag. Þeir eru bara grimmir og graðir. Já, þeir eru áræðnari. Já, áræðin þeim megin sko. Já, alveg algjörlega. Og heyrðu, nú eru varamenn Fjarðabyggðar farnir að senda hita upp. Ásamt styrktarþjálfara liðsins. Og sé að læknateimi hjá þeim hann er líka eitthvað byrjað að koma út úr skilinu. Þetta er nú bara einhverju pjakkar hann á bekknum hjá þeim. Já, þetta er ungir strákar. Rétt við fermingaraldur. Þetta gerir Daniel Ver, sendir hann á Elton John og Big Mac. Hann þekkir ekki þessa stöðu. Elton setur hann í varnarmann. Vel gert hjá Sveini Fannari, hann kemst fyrir þetta. En Haukarnir átt að gera betur á þetta. Þetta er svona eitt af fáum skiptum sem hann á að spila sig í gegn. Og þá þarf maður eitthvað betra en að fá hotspinnu. Það þurfum við mark. Það var Alexander. Fínn bolti en Sveinn með þetta allt á hreinu. Kýlir boltan frá. Þá kemur Aran Einar Engan Panja á vettvang. Nei, hann tekur stutt. Hann gappaði á. Elton John er brjálaður í boxi. Það er þreföld skipting hjá Haukunum. Aron Daði Joe. Aron hvað er hann? Daði og Joe. Eða Gunnar Jökullin Logar Jones. Þarna kemur Gunnar Jökull skokkandi, Aron Jónsson og Daði Snær Ingason. Og þeir ætla að gera sig klára. Mér sýnist það bara að vera svoleiðis. Þeir að hvað? Korter er búið af 10 mínútur. Búin að setni. Hvíslaði fréttarittir í fótbolta.net hérna af okkur. Hann er með þetta allt á hreinu. Það verður náttúrulega bara að gera eitthvað. Já, það verður að bregðast við. Nei, heyrðu, Alexander með skrýtna hreinsun. Já, það þarf að bregðast við. Þeir voru ekki ánægðir með þennan Fjarðabyggðarmenn. Númer 21, er þetta eitthvað Glory Hunter eða hvað heitir það? Sveinn Fannar. Sveinn Fannar maður, hann Já. ætlaði bara að gera þetta alltaf sjálfur. Hann ætlaði að gera þetta bara eins bítur. Virkilega duglegur leikmaður, Sveinn. Hann er duglegur, hann ætti kannski að fara í tennisið eða eitthvað sko, þar sem hann getur verið einn að leika sér. Já, er Andri kominn í hornin? Þetta er fín spilna maður. Sérðu? Nei, heyrðu. Það er 3-0. Það er bara svoleiðis. Sérðu? Svo koma 2 mörk úr föstum leikatriðum. Þetta var það sem við vorum að segja. Við vorum að passa okkur að tala ekki svona hátt. Þetta er hann Hákon Þór Sófusson sem að skoraði þarna. Konni Sófi, svona kallaði. Já. Algjör sófahaugur. Algjör sófadýr. Og Konni Sófi með hann. Já. Hver átti fyrsta skallan? Laukarinn eða? Laukur Óndó. Laukurinn, það gæti verið. Sýndist það sko. En það er Konni Sófi sem að skorur þetta fallega mark. Hann fekk þetta nafn ekki út af Sófusson nafninu. Heldur því að hann er með 4 sófa inni á sér. Já. Elskar sófa, mikill sófa áhuga maður. Já. Og hér er þreföld skipting á Haukunum. Daði Snær, Aron Jónsson og Gunnar Jökull Jones er að koma hérna inn á. Fyrir Hauk, Ásberg, Alexander Helgason og Sindra Hrapp. Er Aron Jó búinn að vera eitthvað tæpur eða svoleiðis? Aron Jó er Það þarf nú ekki að segja neinum einn reynslumesti maður Haukana hérna. Hann er búinn að vera á bekknum síðustu leikum.
Þjálfarinn eitthvað vilja hrista upp í þessu. Já, það hefur gengið vel. Það hefur gengið ágætlega. Það hefur verið gengið alveg ljómandi vel upp. Leikmaður númer 2, Sindri Hrafn Jónsson, númer 7, Haukur Ásgeir Hilmarsson og númer 21, Alexander Helgason. Innan kom leikmaður númer 8, Daði Snær Ingarsson, númer 12, Gunnar Jökull Jóns og númer 22, Aron Jóhannsson. Þá að sjá hvort að Herbragð, Lúka og Tóta virki. Nei, heyrðu, þetta þessar spyrnur hjá Will eru ekki alveg nógu góðar. Bolti mikið upp í loftinu, skoppar og það sparkað aftur hátt. Og aftur eitthvað, mikið að sparka bara eitthvað. Leikmenn beggja leiða núna þessa stundina. Þetta gerir Aron vel, kemur hún út á Gunnar. Varmennið 2, nei, Daði dettur á hausinn. Aron á Gunnlaug. Lúka vill að síni menn spili fram á við, ég skil hann vel, eru 3-0 undir, það þarf eitthvað að gerast núna. Daniel með fallegan sprett og sendir hann inn á Arnar, hann komin einn í gegn, nei, hans dæmir rangstuð. Ég veit ekki hvort það hefur rétt. Arnar grípur höfuð sér og bendir á sig og segir, var þetta ég? Og línuvörðurinn segir ekki neitt. Ára Sveinn sendir hann, hann að miða fallega á hann Hákon, markaskorur hann sjálfan. Aron hérna jokkar upp með hann, sendir beint á Brynjar Má Björnsson. Furðulega ákvörðun þegar menn ákveða þetta, senda á andstæðinginn. Gunnar Girni, heyrðu nú mig, ekkert svona segir Gunnar dómari, þetta aukaspyrna. Og Elton John skilur ekki neitt. Svo bendir hann bara eitthvað á dómaran. Laukurinn ætlar að spyrna þessu eitthvað út í bláinn. Já, eitthvað lengst upp í loft. Daði gerir þetta vel, vinnur skataboltan, Arnar vinnur seinni boltan og Daði fær hann aftur. Daniel með hann. Daði mikið á hausnum. Spurning hvort hann sé í sléttbotna. Það gæti verið. Hérna eru höfuðmeiðsli. Sveinn Fannar hérna fær eitthvað högg á túlan. Enni boltinn í loftinu, Laukurinn setur hann bara aftur upp í loft og Daði gerir það sömuleiðis. Kemur Binni og setur hann líka upp í loftið. Aron setur hann fallega. Þetta vel gert hjá Brynjari. Hann kemst fyrir þetta, setur boltan í innkast. Og Fjarðabyggð á markspyrnu. Haukarnir byrjar að rífast hérna innbyrðis. Þetta ekki fallegt. Alexander fyrirliði hann að láta sína menn heyra það. Ég skil hann vel. Já, það kann nú ekki góður í lukku að stýra þess mennum samt sem aðeir. Það mennur neikvæðir í garða liðsfélaga. Það annar málið að það vera að hvetja menn til dáða. Já, þetta þunn lína. Þunn lína, já. Stundu fá menn bara nóg. Þegar þú ert að tapa 3-0 heimavelli, þá áttu ekki að... Þetta líka, ég myndi segja að þetta veri gallið með það að vera að lýsa, sko. Ég
lélugur stuðningsmaður á því leita leið og gengur illa var í farin sko. Ég Já. var löngu hættur að horfa á leik sko ef ég... Já, þú verður farin heim til þín ef þú þurftir Ég ekki að vera var- þetta. Já, Já. Góðan daginn sko, löngu þannig. Daði vinnur hérna bolta. En það er eins og með hérna That Night in Istanbul þegar Liverpool kom tilbaka á móti hérna AC Milan. Já. Þá var ég mitt hætt að horfa. Já, ég hætti mitt í hálfleik. En- Ég fór en bara, sko, ég fór heim. Drauma geta ræst, það er bara Já, hannig. já. Dúði í Istanbul segir nú bara Já, Haukur við Haukana, Sögurinn já. núna. Dúði í Istanbul. Dúði í Istanbul. Og Alexander eru hirti okkur því að hann geysist þetta fram. Nú tekla hann, nei. Nei, hann taklar ekki. Skynsamur strákurinn. Emil setur hann á Martin Sindra. Já, hann er með allt á hreinu að Martin. Arnar hann á sprettinum. Doink. Spling. Þeir setja hann, Fjarðabyggð mikið að setja hann upp í lofti núna. Ég veit ekki alveg af hverju. Fjarðabyggð. Já, þeir hafa ekki verið að vinna þessa bolta hann framalega á vellinum. Bara að gera eitthvað maður, þeim er skýt saman. Já, já. Þeir eru búin að vinna þennan leik. Búin að vinna hann að leik, segja þeir. Það er bara þannig. Og þeir segja bara að við gerum bara sem við viljum. Búin að kæfa Haukana maður, það er ekkert að þetta með sko. Já. Nú er Daniel, hvað ætla ekki Daniel gera? Hann setur hann á Daða sem kemur nú út á Aron. Þetta er vel gert og Aron með hann inn. Og hann er Aron. Og hann Í félaga maður. Þetta fór í rauðan. Gunnlaugur vinnur þetta vel gert. Setur hann yfir á Big Mac. Hann tekur vel á mótunum. Hann reynir klofið. Herru, Víglundur er alveg trilltur hérna á liðalinni. Hann er í Vígahug. Hann er í Vígahug. Það var Aran. Engan Panja. Setur hann niður á Gunnlaug. Þeir eru ekki að komast í gegn á Haukarnir. Þeir eru ekki að ná að skapa sér neitt. Hann ráði. Og Laugurinn setur hann bara út af. Skynsalega gert. Laugur Ondó. Laugur Cedric Mbangondo. Það er rosa... Herðu, hérna eru Fjarðabyggð. Hver er að koma hana? Fjarðabyggð undirbúa skiptingu. Staðan í Austfirski. öðru leiknum er svo að Huginn hefur jafnað á móti Selfossi 2-2. Grindavíkur 2-0 yfir á móti Fram. Og Hér er hotspyrna á boltinn siglir á fjarstöngina. Daniel kemur þessu ekki á Alexander. Big Mac með tæklingu. Þetta er fullorðstakling hérna. Algjör fullur og svo er brotið á honum. Já, já. Gunnar undan hreinu, hann tekur svoleiðis sprettin á vettvangan Gunnar. Og hann spjaldar Hákon. Háki Sofi, hann fer í bákina. Skrifar svo niður hjá sér. Ég er búinn að gefa Hákoni 1 gult spjald. Það er Það er leggja langur hann Gunnarsverðir. Austfirski Pól Skóls að gera sér kláran hérna til að koma inn á. Já, já. Það er hann Haraldur Þór Guðmundsson. Þetta er ágætis bolti en aðeins hóðar fyrir Alexander. Hinn eskfiski Pól Skóls að gera sig kláran. Konni niður á miðina. Já, Hákon er miðina. Haraldur Þór Guðmundsson er að koma hérna inn á. Fyrir Martin. Nei, er að taka Martin út af. Já, það er gott fyrir okkur Haukamenn. Nei, þetta, nú er hann, nú hlýtur hann bara að byrja að kvíla menn, sko. Það er Því að flott. þetta er skipting sem ég skil ekkert í. Nei, sammála því, en ég fagnaði henni samt. Já, sem Haukamaður fagnaði þessari skiptingu, en þetta er alveg óskililegt hjá þjálfarateyminu. Hann Martin Já, Fjarðabyggð. er frábæra leik, léttur á fæti, Já, já, og jákvæður. Það jákvæður, er jákvæðin sem er búin að skapa þessa fórustu. spilar í Algjörlega. fáum snertingum. Fjarðabyggð Já. er skiptingu út af leikmannum 4, Martin Simri Rósandar, innlæggjum með leikmannum 23. Ég fagnaði þessu sem Haukamaður. Ég fagnaði þessu Nú- gríðarlega mikið. nú Núna trúi finnst ég- mér já. bara svo að okkar séu allir við færir, sko, Já. einhvern veginn. En það er spurning hvaðan Haraldur kemur inn á. Nei, heyrðu. Ég segi, hvaðan Haraldur er að fara að koma með hérna inn á þennan leik?
Haraldur Dín Nelson, þjálfari Fjarðabyggðar. Já, nei, ég ætla að segja hann Haraldur Þór Guðmundsson sé að fara að koma með ró inn í hennar leik. Já. Það er alltaf sem ég ætla að segja. Já, Ég ætla að segja þetta sé yfirvegaður leikmaður. Haraldur Þór er gífurlega yfirvegaður leikmaður. Já, Það er bara þannig. svona dóminerandi leikmaður sem að stjórna tempóinu á leiknum. Tempóið Já, er senn sko, stjórnaði á þann hátt að hann dreipur tempóið. já, algjörlega. Já, hann er bara kominn til að sigla þessum 3 stigum í Hann er kallað hús. svo tempómorðinginn, hann Haraldur Þór. Já. Oft kallað Tiny Tempo fyrir því að hann getur dripið leikinn og spila á lágu tempói. Þarna kemur hár bolt inn í en Sveinn er með þetta alveg á hreinu. Mandanum vaxinn. Já, já, Sveinn Sigurður Jóhannesson. já. Átti hann nú ekki að vera bara markmannum rétt Hann- að hann- stofnuna, hann hefði fengu Jó. Dwayne Kerr. Já, hann átti að vera næsti Dwayne Kerr. Ólaf Gottskálsson. Ég veit að fyrir víst að Sveinn Sigurður var svo ónægð með þessi kaup að hann kallar ekki Dwayne Kerr, hann kallar hann Dwayne Kerr. Já, hann skeiti saman hann að nöfnunum í eitt. Dwayne Kerr. Já. Enda var að láta fara líka eftir að komst upp þetta viðurnefni hans. Já. Skadalega fyrir því. Ska virkilega skemmt eflið hann í kljónum. Nei, hann er ekki hann. Nei, 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 þetta er Jón á. þetta er Nonni. Þetta er Nonni, Jón Arnar. Fallið nafn Jón Arnar. Já, sammála því. Já, fer vel saman. Já, Gunnar sækir á vörnina, setur hann það vel yfir á Arnar. Hvað gerir Arnar? Þetta er skemmtilega gert. Hann skýtur í varnamann Fyrir varnamann, en og framhjá. það klappir þetta. Þetta var, hann sáu lóksins smá grættur. Já, nei, heyrðu, býttu nú við. Gunnar dómari segir bara nei takk. Þetta fór ekki í neitt Greifisons varnamann. Var kampaðinn í búningaskjafnum með áleika það? Það er góð spurning. Þetta var stór... Já, heyrðu, hann segir hann, öskar á leikmenn Hauka. Þetta er engin hotspyrna, segir hann. Hára Fannar, heyrðu, hann er að flikka honum á Harald. Og tempókillarinn. Tempómorðinginn, hann já, já. En sérðu, hann setur hann hægan fyrir til að hægja á leiknum. Stæðan fyrir að koma með hann á næsta mann eða hratt, hann bara lullar hann minni teg. Frábælega gert hjá Haraldi. Nei. Frábælega gert Gunnar hann líka. Ekki alveg nóg vel gert hjá Gunnari. Heyrðu, Hára Haraldur, hvað gerir hann, sérðu? Hann bara stoppar. Já, bara upp í lofti með hann. Upp í horn. Sérðu þetta? Nei, ég ætla að segja... Sjá, Haraldur, hann er búinn að lesa þetta gjörsamlega, hann veit nákvæmlega næsta leik. Stórkostlega innkoma í Haraldi. Verður að segjast eins og er. Haraldur Bobby Fischer Þór Guðmundsson. Já. Hann spilar þessu skákleiki, hann sér marga leiki fram í tíma. Alveg mörg viðurnefni í gegnum tíðina. Haraldur Hárfæri líka, verður kallaður. Og Halli Nelson náttúrulega. Halli Nelson að sjálfsögðu. Enda maður Tiny Tempo náttúrulega. Tiny Tempo, það maður margra sem margt til lista lagt. Og náttúrulega Austfirski skólsæðin. Já. Eskfirski Emil Hallfreðsson líka verið nefndur oft. Þetta er vel gert. Komum smá kraftur í Haukamenn núna. Loksins. Einna snertinga bolti, Laukurinn. ber ekki árangur. Laukurinn, hann er búinn að standa sína plikt. Laukurinn er búinn að vera flottur þessu leik. Já. Og ekki má gleyma heldur andra. Alveg stórkostlega laukur andra. El Capitano. Já. Þetta er vel gert hjá Mondo. Koma svo. Big Mac út á Arnar. Þeir flýja sig fyrir allt. Það er Alexander með máttlöst skot með vinstri fæti. Ekki verið þekktu fyrir að munda vinstri fótinn. Nei.
hann Alexander. En Svenni hefur verið þekktur fyrir það að grípa svona tuðrur allan dag, maður. Já, hann gerir það bara í morgumat. Gerir það með góðri list, maður. Já, þetta gerir Fanna vel, en Haraldur var ekki kominn fram og hann skammar Fannar líka fyrir að vinna hann að skallabolta. Segur að hægja á leiknum. Það var sko, hægð á leiknum, drengur. Drengur, hægð á leiknum. Þetta eru búin að heyra Harald segja alveg hvað segir maður? Tönnlast. Tönnslast. Þetta er maður að fá heila blóðfallana, ég læg með þig. Það er bara að tönnlast á þessu. Það er bara að vassópa. Aðeins að bleita kverkarnar. Það bleiti í sér. Aðeins að bleita upp í sér. Nú er nú verið þekktur fyrir það að vera Já, alls heldur betur. Herri, nú er allt vitlaust. Víglindur er bara eins og villimaður hennar á miðjunni. Hann er eins og ég sagði hann, bólabíturinn, kallaður. Það er hann ekki að slaka en þá þessi. Nei, hann gerir það ekki. Hann slakar aldrei á þessi maður. Línu verður búin að hafa afskipti á hann hérna oftar en einu sinni oftar en tvisvar. Svenni grípur þetta. Með góðri list. Já, já. Og kjamsar svo á þessu. Herri, hver var þetta á sprettinu? Hákon? Það er Hákon Sófi. Það er Sófinn sjálfur. Sjálft sófasettið. Það var bara eins og hann væri Svo eldibrandur og náði fjastrykunum sjónvarpinu hana. Tvílíkur hraði maður. Alveg sprengikraftur í honum, kattinum. Daði tapar boltanum. En hann eldir upp, vel gert hjá Daða. William Dietrich. Já. Með virkilega lélegt útspark, en Það fyrir á mann hann. hann heppinn það endir að Haukamanni. Það var máli. Endilega minna fólk á það að koma við í næstu maturubúð og kaupa sér Vilkó vöfflur fyrir sundarskaffi á morgun. Já. Anda með Haukaspunni. Vilkó vöfflur. Vilkó vöfflur. Við viljum Vilkó vöfflur. Já, heldur betur. Já. Það var það frá. Hérna. Þetta er ákjósanlegur staður og ég held að Aron. Hvað vilt þú sjá gerast? Viltu sjá þennan á markið eða fyrir? Hvað segir þú? Ég vil helst sjá hann í varnarvegginn og breytum stefnu. Það Og væri í sexy. stöngina og þá kemur Daði Snær Ingason og setur hann yfir línuna. Og ég ætla að segja að atburðarásinn Ég held að sé að fara í gang. markið í fjærhóndið uppi. og mark. Já. Mark segir hann. Nei, heyrðu, þetta var Big Mac, hendur hún upp í hotni hérna. Fínasta sending maður. Fína sendinga, heyrðu, hann er inn á, þeir hreinsa þessu. Sáu við Þórald Dan hana. Hann er það með þetta. Gamli þetta chippar hún hann upp. Eins og hann hafi ekki gert annað. Aron sendir hann fallega yfir á Alexander. En hann flaggar anstöðu. Svenni étur þetta upp með góðri list. Með góðri list. Og smjattar á því. Haraldur öskrar hann á hann. Taktu þín tíma, öskrar Haraldur. Sérðu hvað veggfóðrið er fallegt maður? Veggfóðrið. Hérna skíin og... Já. Það er fallegt Ég yfir. byrjar að kalla þetta veggfóðrið alltaf núna sko. Já. Wallpaperið sko. The wallpaper. Já. Herri, þetta er skrítin ákvörðun Alexander. Stæði fyrir að setja hann upp í hotni á Big Mac. Það var Jón No Nonsense Bardal. Já. Hann fiskaði þetta. Hann dæmir ekki þetta Gunnar. Daniel. Andri allt í öllu, hann er allt á hreinu hana. Blóð á tönnunum þessi Já. maður. Nei, heyrðu, þetta fyrir beint í... Æjæjæj. Þetta er á fyndin maður. Þetta var beint í malakútinn maður. Ó, Arnar hérna. Ælir. Sýnst mér. Ælir inniblónum hérna. Nei, hann pústa bara aðeins.
Af hverju er þessi meistari hérna með hárband? Getur þú sagt með það? Já, ég hef aldrei þessi mann með svo lítið hár með hárband. Já, með 21. Það var Já. ekki sniðut. Sveinn Fannar. Ef fólk myndi spyrja Sveinn Fannar af hverju ósköpunum hann Endilega. spyr með hárband. Endilega Fjarðabyggðarbúar Já, með komast þessi fyrir okkur. já. Þetta er svona svipað og Luka Kostik var með tagl í hárinu. Það var bara ekki með hárinu. Þetta er skrítið. Þetta er bara ákveðið lúk Menn hafa samt. ýmsar skringilegar hugmyndir hvaða lúkki vel og... Já, já. Þetta er bara ákveðið lúk. Big Mac. Upp á Arnar. Hann setur hann inn og það er... Nei. Þetta er illa farið. Með frábært færi. Hann átti að taka niður hana. Já, ég hef viljað sjá hann sko, taka hann á kassan og Já. upp og í hjólastinn og í fjær. Já, ég hef bara viljað sjá hann niður á lærið og innan fótar í hotnið. Ég veit ekki. Ég hef bara viljað sjá það. Þessi Haukamenn eða maður tala eitthvað við hann sjá hann að vera einn. þeir eru ekki að láta reyna á Svein Sigurð sko, þetta Nei. er allt beint á hann maður. En svo náttúrulega heyrist ekki mælt mál hérna á vellinum fyrir látum í stúkunni, þannig að það er kannski Já, svo erfitt að koma skilabóðum í gegn. Satt er það. Já. Elsku Já, engi minn. það er akkurat að taka víkingaklappi hérna núna í stúkunni. Alveg svoleiðis, allir standa hérna upp og Bílaplanið hristist. bílaplanið hristist hérna. Þannig að stendur Luka með krosslaðar hendur og hristir höfuðið. Hvað, Hugsa með sér, Hvað var ég ég er gera? að spá í að fá mig lasagna í kvöldmatt. hvað ætli kona sé búin að elda því ég kem heim? Hugsaði hann með sér. Sér hann, Laugondo, laugurinn sjálfur, svolítið gaman á hann að því leiti sko, Já, að þú veist, hann reynir ekkert rosalega mikið á sig, skilur við. Nei. Það gæti alveg vel verið að þú veist, að hann sé ekkert búin að svitna dropa í dag sko. nei, Það, þú veist, hann er ekkert búin að hafa fyrir hlutunni. nei. Hann bara staðsetur flott og Ég held þú sért ekkert mikið að svitna í miðverðinum. Svona yfir höfuð. Nefn að sért með eitthvað Jamie Vardy á þér sko. Og sért í sprettunum allan leikinn. barningur og það tekur nú. Ég sért ekki bara einhverju dóli hérna. Já, laugurinn er búin að Hann er búinn að vera óttalegu dóli. á dóli og náttúrulega sko á dóli með livrapilsuna í vasanum sko. Já, Skilur þú, það er nú Já. stór og stæðilegu maður sko. já. Sér bara hérna eitt hopp, nokkur hliðaskref og svo lappar hann bara. Já, já. Laukurinn komið með nokkra ræfingar hérna með haugunum í fyrra. Já, Nei, í vetur. já, já. Veit ég nú ekki hvað varð úr því sko, hvort að, Hann Jú, hafði ekki- ég veit hvað var því, hann Já. byrjaði ekki með haugum og fór nei já, hvort að þjálfarnir hafi ekki óskað eftir kröftumanns eða sko, hvort að hún með ekki litist á blikuna hérna. Nei, ég hugsa líka bara að þú fær svona út fyrir höfuborgsvæða, þar sé bóðið meiri peningar, það er bara oft þannig líka. Já. Þannig Daði, þeir eru að þeir henda sér fyrir alla bolta, svoleiðis. Þeir ætla ekki að fá þessi mark, Nei, leikmenn Fjarðabyggðar. Fjarðabyggð er ekki búið að fá þessi mark í sumar. Ekki eitt mark, samt bara með 10 stig. Ekki búin að fá þessi mark. Fengu þessi Ótrúlega það samt sita hérna í 9. sæti deildarinnar, ótrúlega staðreynd. Já, sérðu, Svenni bara, hvað er þetta að segja? Þetta er svo auðvelt fyrir hann. Ég held að hann sé ekki búinn að þurfa að reyna á sig í leiknum. Nei. Sko, hann svitnaði sennilega meira yfir því að hafa hort á Fast and the Furious 7 Já, heldur en í þessu leik henni í dag. já. Það sé hann að svitna meiri rútun og leiðninga heldur en í leiknum. Alveg klálega. Alveg klárt mál. Aron hérna skokkar upp. Flengjörnum bara yfir og boltinn fyrir út af. Nei. Jú, víst. Þetta er Haraldi hefur tekist ætlunarverk sitt. Klárt mál að algjörlega búið að drepa tempóið í þessu leik. Hann er gjörsamlega búin að bara, sko, taka hennar leik úr sambandi. Algjörlega.
og það fer ekki mikið fyrir honum. Nei, það fer ekki mikið Hann gerir þetta svolítið á baki tjöldin, sko. rosalega lúmskur í þessu. Laukurinn með hennan. Það var Aron. Leitar eftir sendingu. Maður byrjar að geispa Já. Þessari vitleysu. Nú er svæfandi áhrif þessu stundina leikurinn. Þannig að stígu Gunnar á boltan. Big Magnærunum. Captain Fantastic. Yfir að Álfnesinginn Gunnlaug Fannar. Herðu, laukurinn, fyrsti sprettur hans í leiknum og hann gerir þetta frábælega, sendir inn á það þetta endur Rangstaða. Fallegu boltinn í dag. Skritin sending á Daða. Boltinn sjálf, já. Ég sé bara hvað er fullkomlega vel pumpað í hann og Það líklega verið þrifinn fyrir leik. já. Ég hef heyrt að hann Gunnar Sverrir leggi mikið upp í því að boltinn sé hreinn. Það er nefnilega svo, lítið svo illa út er að boltinn er illa farinn og skítugur. Og það hefur oft áhrif á leikmenni mitt. Hugafar leikmanna. Þetta hef ég heyrt og það verið gera rannsóknir þetta. Og nú segja satt, þetta er Árni Hjörvar Hilmarsson, hérna, íþróttafræðingur, gerir rannsóknir á þessu, hugafari leikmanna. Ágætlega að spila. Og Laugurinn. utan að koma, já, þeir voru aldrei að skora hana. Laugurinn er bara með þetta. Ekki með laugurinn hana, þá skoraði þeir ekkert. Og hann er myndið skrifa mastersikir þetta. Hugafari leikmanna og áhrif boltans á leikmenn. Áhrif óhrins bolta. Já. Og þetta er dagsatt. Athyglisverð rannsókn. Hann dundrar þessum eitthvað. Dundur fjör. Hann sparkar í mann. Þessi missir boltan, nærum eftir svo missir hann boltan og svo missir hann boltan. Hann sendir hann. Sending. Þú ætli giska að koma aftur sending núna. Sending. Það er rétt að kemur sending. Hreinsun. Mikið af sendingum núna þessu stundina. Já. Sending. Já. Sending. Við erum samt ekki með það markmið að skora mark. Það var Aron Jóhannsson Með spyrnuna. Já. Með flottan hægri fót. Og ég ætla að giska að hann sendi hennar bolta inn í teig. Alveg rétt. Hann kemur á fjær. Og það er að Sveinn. Og Svenni. Það erfiðasta sem Sveinn hefur þurft að glíma við í dag. Líklegast. Er að fara í skóna sína fyrir leik. Og hann sparkar. Hver er það? Jón Arnar. Það er kraftur í þessum strákmaður. Jón Kraftur Bardal. Nei. Sjá, jú, þetta er frábælega gert. Sendingun á 17 hann að maður. Nei. Áki Sófi var í ruddalegu hlaupi, sko. Þetta fer bara aftur í Aran. Virkilega þreytt. Og Man of Aran. Hefur séð þá mynd? Nei, er það einhver mynd? Það er mynd. Hún er ótrúlega góð. Er hún Aran eða? Já. Ok. Þetta eitthvað. Mæli með að bara googla hana Man of Aran. Já. Hvetjum hlustendur fyrir gefið til að Aran. Man of Aran. Hvet lesendur til að kíkja þá mynd. Lesendur. Ég ætla að beða lesendur fótbolta.net líka að kíkja á myndina. Man of Aran.
ef að fréttareitarinn myndi vilja hafa það eftir okkur. Það er mynd sem að gerð var Aron Nika Penja löngu áður en að hann var fæddur eða einu sinni hugmynd. Já. Hlýsi B er að koma inn á. Inn á kemur Hlynur Bjarnason. Hlýsi B. Já. Hann er plötusnúður, spilar á Kaffi Kósi á Reyðarfirði öll lögðarskvöld og það er einmitt mjög mikilvægt að menn séu snöggir og styrst eftir leika því að það þarf að bruna beint á Kaffi Kósi og hann er að spila. Já. Leikur náttum þetta klukkan 4. Hlýsi B. Og var flýtt. Já, vegna þess að Vegna þessa hann er með sett í kvöld. Sett í kvöld. Það er vitlaust engast. Vandræðalegt. Var þetta Emil? Nei, hver var þetta? Það er góð spurning. Það er góð spurning. Við þurfum að vita hver þetta er svo við getum gert grín á honum. Herri, Hlynur er komin á sprettinn strax. Laukurinn setur hann út af. Þetta var Emil Stefáns. Þetta var Emil Stefán vitlaust. F-fangurinn Emil Stefánsson með vitlaust engast. Hvað, þú veist, er hann nýbyrjar að fótbolta, þú veist? Ég veit ekki hvernig með kennsluna á F-fangunum. Hvort þess ég geta að kenna þetta? Það getur verið. Og líka sem bakvörður. Ég held að, sko, bakvörður ætti að fá þessa kennslu bara í 15 flokki. Guð hjálpi þér. Unskuld. Sérðu, það er þungt, stökkt ský hérna yfir Ásvöllum maður. Já. Þetta er Guð, hann er að fara að refsa. Jesú er að fara að refsa haugunum hérna. Að refsa, já. Ég held að það sé alveg klart mál. Sendir eldingu niður. Það er að vera bresta með þrumum hérna. Já, já. Guð er reiður, Guð, í dag. Já. Hann er hefningjarn í dag. Hann er hefningjarn í dag. Það er reiður Guð á himnum í dag. En sólin skín. En það er líklega sól á. Sólin skín fyrir austan. Já. Gulli og Aron. Hér eru varamenn Hauka búin að skokka sig niður. Labba hérna skömmustulegir aftur inn í klefan. Þeir er ekki ánægði með útkomuna í dag. Nei. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Já, allan daginn. Mikilvæg leikur, Haukar er í 8. sæti með 11 stig og Fjarðabyggð í 9. með 10. Haukar að fara að dragast nær fallbaráttunni fyrir eftir hvernig leikirnir fer í dag. Já. En þeir eru að dragast ofan í eitthvað fallsvað þarna. En þetta er fyrsti leikur sem að Haukar tapa á Ásvöllum síðan einhvern tímann bara í fyrra. Við töpuðu einu leik hérna heimavelli fyrra. Og síðan, nei, heyrðu, það er sófinn maður. Er þetta sófinn? Þetta er sófa. Þvílíkur kraftur í kallinu maður. Sófahaugurinn. Já. Mér er að berast að hérna hann hafi verið 100 metra hlaupari áður en hann lagði knattspyrnuna fyrir sig. Í þarsynstu viku. Hann kann reyndar ekki að nýbyrjar af fótbolta. Já, hann bara er búinn að æfa 2 vikur og er frábær leikmaður. Já. Ótrúlega framfæri sem hann er sýnt. Já, það kemur 25 í þá. Það er Sæsi. Já, Sævar Örn Harðarsson. Það er reyndar mjög hart nafn sem þú pælir í. Já, það er eitthvað sem er farið að þynnast þarna aftan á honum. Á Sæsa? Já. Sem því væntanlega hann er eldri en félagar hans sem voru með honum að bekknum. Sævar, hann er en það er í ættinni. Þunna árið er í ættinni. Nei, heyrðu, Gunnlaugur, ja. Alexander ætlar að koma með hann langan. Nei, það ger hann ekki. Heldur Arnar skemmtilegur snúningur. Ronaldo Albinóana oft kallaður, Arnar Algeirsson. Herri, hann er Aron sparkaði niður. Hann fær ekki til þessi snúð. Nei, heyrðu. Þetta er aukaspyrna líklegast. Gunnar segir aukaspyrna.
Og Gunnar og segir gult gult. spjald á þig Gunnlaugur minn, segir hann. Gunnlaugur Fannar fær hér gult spjald fyrir skröðlega tæklingu. Þetta var Gunnar sem gult ekki. Jó, mér sýndist það. Og það er komið upp á tími maður. Og Laukurinn ætlar að spyrna þessu fram á við. Íslenski laukurinn. Hinn íslenski Laukur. Það er gabonski laukur, meina ég frekar. Já, hvers konar blanda. Þrjá myndu bætt við. 3 mínútur bætt við, það er tími. 3 mínútur, 3 mörk og draumur. Það getur allt gerst. Sjáum hvort að hvað Guð gerir núna. Guð er grimmur í dag, þannig að ég held að það var enga gjafir. Með við skýin hérna yfir þá fáum við enga gjafir á himnum ofan. Nei, ekki Þvert á móti, heldur bara, herði, hann verið þetta, hann Vilhjálmur. Má vandræða með Vilhjálmur með þetta. Jæja, má flauta til leiks. Nei, hann fyrir hans, þetta er búið, segir hann. Ég nenni þessu ekki lengur, ég er á leiðinni í brúðkaup, segir Gunnar. Takk fyrir mig. Og við kveðum hérna frá ásöldum, maður leiksins, Emil Alfreð. Vilko maður leiksins. Martin Sindri Rósendal. Og eftir hann fór út af laukurinn Mbang Ondo. Já, Gabonski þeir fá laukurinn. Vilko vöflupakka fyrir 2 á samt sprauturjóma. Sprauturjóma sem shippaði verður til Reyðarfjarðar. Já, þeir sækja til á höfn einhvern tíma næstu viku. Við þökkum fyrir okkur og minnum á næsta leik á 50-daginn. Haukar Grindavík, þar sem að sjálfur kóngur ásvalla á tónlistastjóri Ásgeir Þór Ingólfsson kemur í heimsókn. Takk fyrir.